ætlum að halda áfram með danskaruna hér á Suðurlandi FM. Nóg af taka. Við ætlum að setja okkur í samband við Hveragerðisbæ. Þar splunkunni ísbúð sem heitir Gottis og svo sem í forsvari fyrir Gottis heitir Guðný, hún á línunni. Komdu sæl. Blessaður. Hvernig hefur það í dag? Bara alveg ljómandi fínt. Ég heyri það, hress og kátt. Já, það sól og gott veður í Hveragerði. Og hvað gerir maður þá? Þá fær maður sér ís? Að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Þið eru sem sagt nýjir eigendur sem tóku við Mærunni. Hvergeringar þekkja það. Og það var núna bara í janúar og það þú og þinn maður Ingvar Már. Hafið þið verið í svona rekstri áður eða? Nei, þetta okkar fyrsta tilraun. Já, hoppa beint í ævintýri. Já. Og þetta þetta, ef ég var alveg hreinskilinn, þá þetta eitthvað sem, vandaði náttúrulega í Ísbæinn Hveragerði. Já, algjörlega. Ísbúð. Það verið með svona eitthvað úrval frá Hveragerði. Já, sjálfsögðu. Það vandaði alveg. Já. Hvað Gottis að bjóða upp á? Við erum með bara kúlís og við erum með súkkulaði og vanilu og jarðarberja og í vel. Og svo erum líka með gamla ísinn sem svona svipaður og en svona kaldari ís. Já. Svona mjólkur meiri, meiri. Mjög vinsæll. Já. Það kannski þessi gamli góði, hann vinsælastur eða? Hvað svona vinsælast hjá ykkur? Já, eiginlega, þessi gamli góði og svo líka súkkulaði og jarðarberja sem mjög vinsæll. Já. Og bragðareyfurinn vinsælastur. Já, það ekki? Og það svona ýmislegt sem fólk vilja segja í hann. Við erum með svo mikið úrval af því. Já, ég ætla að taka undir það. Ég nú búin að koma þetta til ykkar og kaupa ísand allir í fjölskyldunni og það er mjög gott úrval hérna. Já, flott, takk fyrir það. Og það þarf náttúrulega ekki að nefna það, en þetta frábær ís. Já. Og vita það allir. En þið eru með Mæruna og það ekki bara ís í boði, það ýmislegt annað. Já, við erum með svona Mexíkóvöfjur í boði þar og seljum líka samlokur og hamborgara. Svona sjoppuhamborgara. Já. Og svo bara náttúrulega fullt af sælgæti. Já. Flott úrval. Og harfisk, við erum með eirafisk. Já. Nýbúin að fá hann. Glæsilegt. Harfiskur, þetta best í heimi. Já. Eins og segir ágætan drykk. Algjörlega. Útlendingin eftir í harfiskin. Já, ég nú alveg trúa því. Og svo náttúrulega erum við með 50% afslátt af namminu á laugardögum. Já, 50% afslátt af blandi póka. Alltaf nýtt nammi þar. Já, en þið eru líka með aðstöðu til þess að fyrir fólk til að setjast niður, eða ekki? Jú, við erum með alveg 35 rúmlega sæti. Frábært. Þannig að það mjög gott að koma með krakkana og þá getur maður sest niður og borða ísinn. Það ekki að taka um til bíl og keyra með það. Já. Og það Svo erum við líka með smá sæti úti. Já. Það svona gott viður, eins og í dag. Já, sjálfsögðu, nýta þetta. Setjast út og fá sér ís eða kaffi. Þið bjóðu upp á kaffi? Jú, við erum með kaffi líka. Hægt að setja kaffi út í ísinn líka. Eða ís út í kaffi. Já. Það er eitthvað sem ég verið að prófa. Já. Er það gott? Það mjög gott. Mjög gott. Fyrir það sem drekka kaffi. Já. Kaffi líka bara svo hollt. Það? Ég er ekki allt gott í hófi. Jú. Talandi börnin, þeir eru líka með svona barnahotn sem er mjög vinsælt. Lítið borð með legoköpum. Það náttúrulega klikkar aldrei. Mjög vinsælir. Börnin mín leika sér ekki með legoköpuna heima hjá sér en þeim finnst geðveikt að koma hingað og leika sér með legoköpa. Já. Nákvæmlega. Þannig að þið eru að bjóða upp á ansi mikið þarna. Það Mæran og svo náttúrulega Gottis, þetta allt í sama húsnæðinu. Já. Þannig að það hægt að gera ansi góð kaup þarna hjá ykkur. Nú að gera. Þið tókuð við Mærunni í janúar en ísbúðin opnaði, það ekkert langt síðan hún opnaði? Nei, hún opnaði 21. apríl. Og viðtökur góðar? Mjög góðar. Bara, við höfum allar undan að fylla vélarna sko. Já, það bara frábært. Stutt í kjöris? Mjög stutt, sem mjög hendur þegar það svona mikið að gera. Já, algjörlega. Hvað eru margir að vinna þetta hjá okkur? Við erum 10. Já. Á vöktum. Það er svona ekki 10 einu. Nei. Já, það kannski stefnir í það ef að það verður gott sumar á hlýjum laugardögum að þá geti allt stemt í það að þurftu að vera fleiri að vinna. Algjörlega. Eins og í dag, það verður gott verið í dag en það er aldrei að vita. Það er bara geggja viður, ég er úti sko. Já. Ég sé úti. Ég er inni, ekki segja þetta. Þetta er frábært. Þið hjónin, hvað, þið ættir að reykja til Hveragerðis eða hvaðan komið þið? Já, ég er reyndar ólst inn upp í Hveragerði. Já.
maðurinn minn ólst upp á Hellu. Svo erum við reynda búin að búa í Hafnarfirði síðan 9 ár. Já. Og koma svo aftur hérna í Hveragerði. Já, þannig að þeir eru tiltölulega nýflutt. Já, það var bara 3 vikur síðan. Nó, Ég var að keyra á milli allan vetur. Já, til að hafa ekki með það að vera... Já, Helliseiðin var náttúrulega yndislega í vetur. Það var æðisleg. Ég elska Helliseiðina. Já. Og hérna, við tökum bara saman undir það að það verða bara gerð göng hérna undir. Já. Er það ekki? Ég hugsaði það oft í vetur. Akkur er ekki búið að byggja eitthvað yfir innan veg hérna. Já. Spara peningi mokstur. Ég nákvæmlega. Þetta er svona, enn áttu til hamingju með mæruna og gott ís. Takk fyrir. Hvaðan kemur nafnið gott ís? Er það bara góður ís, gott ís? Eða hvað? Það er svo mikið af góðu til að setja út í ísinn. Já. Gott ís. Já. Og svo er ísinn alltaf góður. Já, sjálfsögðu. Þetta er skemmtilegt. Eigðu góðan dag og góða helgi og gangi ykkur vel með mæruna og ísbúðina. Glæslegt. Takk kærlega fyrir. Takk sem leiðist, takk.